borgarráð tók upp á því að setja sér fyrir einhverjum árum. Þannig að þetta að ég meina, og þetta svona ákveðin auka afurð af ferðamennskunni sem getur bara mjög góð. Þetta eitthvað sem þarf að skoða mjög vandlega, þessar málsmeðferðarreglur og reglur opnunartíða veitingastaða, og ég alltaf sannfærast meira og meira það að það á ekki að líðast í hlíðargötum, jafnvel í hlíðargötum út frá Laugaveginum, að leyfa þeim stöðum að vera opnum til klukkan 4:30 á morgnana. Og þar með hef ég lokið máli mínu. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Miðbærinn hjartað í borginni og sameign okkar borgarbúa. Þar komum við saman á tyllidögum og gerum okkur glaðan dag, en þangað sækjum við líka verslun, þjónustu og nota bene menningu. Og til þess að við getum gert það á góðan hátt þarf aðgengið að miðbænum að vera gott. En ég get ekki séð að með því skipulagi sem í kortunum nú, að það verði svo auðvelt. Þar þrengt að miðbænum á alla kanta og má þar helst nefna Geirsgötuna. Ég hefði viljað sjá menn hugsa alveg nýjar leiðir með miðbæinn og auka aðgengið að honum, þannig að við fáum þangað fleiri gesti sem vilja njóta þessa fallega svæðis og vilja versla þar og sækja þjónustu og menningu sem ég sagði áðan. Og þá sé ég fyrir mér að við gætum til dæmis opnað leiðina frá Sæbraut upp Klapparstíg, Frakkastíg og Barónsstíg. En þannig myndum við auka líkurnar á því að þeir sem fara Sæbrautina myndu velja að fara upp þessar götur og koma við í miðbænum. En undanfarin misseri þá hefur meirihlutinn í borginni staðið fyrir lokun, sumarlokunum á Laugavegi, og það hefur verið gert án þess að það hefur verið haft samráð við alla aðila. Það hefur verið haft samráð við suma en ekki alla, og það finnst mér miður. Ég held að við þurfum að skapa sátt miðborgina og ég tel til dæmis eins og skipulagið núna á Laugaveginum, og mér minnir að R-listinn Sálugi hafi breytt skipulaginu þannig á Laugaveginum að fækka bílastæðum og hægja á umferðinni, að þá hugmynd hafi skapast ágætt sátt og menn séu bara nokkuð ánægðir með það að þarna svokallað samrými eins og einhver borgarfulltrúi nefndi áðan. Þannig að þar geta bæði bílar, gangandi og hjólandi farið Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við útilokum ekki þetta svæði fyrir til dæmis þeim sem eru fatlaðir eða fótafúnir og að þeir hafi gott aðgengi að þeim verslunum sem þarna eru. Það líka mín skoðun að við eigum ekki hér sem pólitísk kjörnir fulltrúar að taka miðlægar ákvarðanir af þessu tagi, að loka götum yfir einhverja daga. Við eigum að leyfa þeim sem að reka þarna fyrirtæki og sem að búa þarna að hafa eitthvað það að segja, vegna þess að ef að verslunareigendur gefast upp og það þrýst ekki öflugt mannlíf í miðborginni og á Laugaveginum, þá fara þessar verslanir eitthvað annað. Og þá verður ekki þetta blómlega mannlíf á Laugaveginum sem að okkur langar til þess að hafa þar. Eitt að loka götum, annað aðferðafræðin við það. Og ég ítreka þá skoðun mína að ég tel að þarna verði að vera gott samráð við alla aðila, alla hlutaðeigandi aðila. Hvað varðar stýringu á bílastæðum, þá held ég að borgaryfirvöld ættu að skoða það að koma upp svokölluðu bílaklukkukerfi eins og tíðkast á Akureyri með góðum árangri, en þannig gætum við séð til þess að bílar væri ekki að staldra of lengi við í þessum stæðum og við myndum jafnvel auka flæðið inn í miðborgina og það kæmi þangað fleiri til að
versla og njóta menningar og annarra hluta. En svo ég snúi að öðrum hlutum hér, þá langar mig til þess að það hefur ekkert verið komið hér inn á stór skipulagsmál varðandi miðbæinn, eins og Landssímareitin og Ingólfstorg. En eins og við vitum öll að þá hafa verið mikil mótmæli vegna fyrirhugaðs skipulags á þeim reit, og mér langar til þess að spyrja því hér, og mér langar til að spyrja borgarstjóra að því, hvort að hann ætla að hlusta eitthvað á þær mótmælaraddir og það fólk sem hefur skrifað undir mótmælaskjal gegn því skipulagi sem að þar fyrirhugað. Nú, varðandi annað mikið hagsmunamál fyrir miðborgina eru öryggismálin. Víða í miðborginni illa upplýst og það þarf að gera bragarbót á því. Annað sem þarf líka að huga að, það öryggi á og við skemmtistaði borgarinnar. Á síðasta kjörtímabili þá stóðum við fyrir því að komast að vinnu við það að auka öryggi gesta á og við veitingastaði í miðborginni, og fyrir þeim hópi fór borgarfulltrúi Björn Gíslason sem situr hér, og mér langar líka aðeins að spyrja út í það hvort að sú vinna sé áfram í gangi, því að ég held að þær tillögur sem að sá hópur kom með hafi verið mjög góðar, en í þeim tillögum var til dæmis gert ráð fyrir því að dyraverðir á skemmtistöðum færu á námskeið, að það væri komið upp öryggismyndavélum við salerni á veitingastöðunum og svo framvegis. Nú, það hefur verið í tísku hér að nefna uppáhaldsstaðinn sinn í miðborginni, og ég hef nú ekki verið vön því í umræðum hverfin að nefna minn uppáhaldsstað, en mér langar til þess að gera það núna, því að minn uppáhaldsstaður hér við Tjörnina, því að hér byrjaði ég að vinna hjá Leikfélagi Reykjavíkur, 13 ára gömul, og vann þar í nokkur ár, hér í Iðnó, í næsta húsi. Síðan kenndi ég við Tjarnarskóla, sem hér við Tjörnina, og nú starfaði ég hér í Ráðhúsinu. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu, og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að takast á við borgarfulltrúan Mörtu Guðjónsdóttir varðandi bílastæðapólitík og bíla. Við erum einfaldlega bara á sitt hvoru skoðuninni það, og það bara allt í lagi. Marta hefur auðvitað alveg jafn mikinn rétt og ég til þess að hafa sínar skoðanir, og síðan reynum við bara rökstyðja það eins vel og hægt er. En það var tvennt sem að ég verð að gera athugasemdir í samdi við hennar málflutning. Hún talaði það hvort að borgarstjóri hefði hlustað á raddir varðandi Ingólfstorgsmálið, og ég heyri ekki betur en að hún fullyrti að það hefði ekkert verið rætt Ingólfstorg. Ég ræddi Ingólfstorg í minni ræðu. Ég lýsti því hvernig var farið út í alþjóðlega samkeppni eftir þetta mál hafði verið miklum hnút, hvernig unnið núna verið að vinna deiliskipulagi út úr verðlaunatillögunni. Það var þverpólitísk nefnd sem var í dómnefnd, og það að byrja kynning, hagsmunaaðilar kynning á morgun, þar sem hagsmunaaðilar muni geta látið skoðanir sínir í ljós, og þetta verður hlustað á það. Þannig að án þess að ég ætla að vera með einhver leiðindi, en þarna kannski vantar aðeins og virkar hlustun. Og í öðru lagi verð ég að segja líka það sem hefur verið að vanta smá hlustun, vegna þess að þetta hefur komið upp í skipulagsráði í samræmi við Laugaveginn og fatlaðra, sem ég finnst svolítið hræsnisfull umræða, vegna þess að ég tek varlega mark á þeim örfáu kaupmönnum í Laugaveginn sem á móti sumarlokuninni sem fara að tala fatlaða. Jú, á hverju? Vegna þess að samtök fatlaðra hafa gert úttekt á þessu, og þau segja það miklu betra fyrir okkur að hafa þessa götu sem göngugötu. Miklu betra. Og hvað gerir þær athugasemdir við? Jú, þau gerir athugasemdir við kaupmennina sem að setja skilti út á gangstéttir sem að hindrar leiðina fyrir blint fólk, og þeir gera athugasemdir við það að í flestum
húsunum við Laugaveginn eru 2-3 tröppur upp í hverja búð. Það hefur ekkert að gera með að loka götunni. Þú verður menn verða að koma einhverjar aðrar ástæður fyrir því að vera á móti því að hafa Laugaveginn sem sumargötu fyrir fótgangandi fólk en að vitni í fatlara. Þeir eru hlynntir því, það eru til skýrslur um það. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að fá að bregðast við þessu sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði varðandi fatlaða. Það kann vel að vera að einhver samtök fatlaðra hafi gert athugasemdir við skilti á Laugaveginum og ég get alveg tekið undir það, að það er alveg algjör óþarfi að hindra veð þeirra sem eru blindir og sjónskertir með einhverjum skiltum fyrir utan verslanir á Laugaveginum. En hitt er annað mál að þeir sem eru aldraðir og þeir sem að komast ekki nema á bíl að verslunum sem þeir eru vanir að sækja á Laugaveginn, þeir vilja geta komist þarna án þess að komist þarna á bíl. Og ég held að við ættum kannski að leita umsagna hjá félagi eldri borgara líka varðandi Laugaveginn og hvað þeir hafa það að segja að þessari götu sé lokað yfir svo margar vikur yfir sumartímann. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara andsvari og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Við áttum nú svo lýrískar umræður hér á síðasta borgarstjórnarfundi Vesturbæinn og ég ætla með leyfi forseta að fá að flytja ljóð. Austurstræti. Ég niður í Austurstræti snarast létt á striga skónum með bros á vör og tyggigúmmí í munninum. Ég labba og horfa á liðið sem þar í hópum frá Lassarónum upp í snobbaðar kettlingar. Austurstræti, ís og læti, fólk á hlaupum, í innkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríkið þarf að ala. Þar standa bankarnir í röðum, landsbúnaðar útvegs og fyrir utan stendur horaður almúginn. En fyrir innan sitja feitir peningana verðir og passa vondikallinn kom ekki og taki þá. Og eins og allir vita þá þetta ljóð eftir Latta. Já, ég ætlaði nú aðeins að koma að umræðum miðbæinn og valdi nú þetta ljóð og fannst það vel við hæfi. Þetta er alþýðlegt lag sem allir þekkja og við tengjum jú Austurstrætið við miðbæinn. Það er margt gott að gerast í miðborg Reykjavíkur eins og fram hefur komið í máli borgarfulltrúa hér í dag og það er búið að breyta upp á mörgum skemmtilegum nýjungum og bara allt gott það að segja. En ég ætlaði svona aðeins að fara svona yfir það sem að mér finnst miður eða mætti vera betra í miðborgin okkar og mig langar til þess að byrja á því að tala mál sem að ég hef oft talað áður og mun halda áfram að tala meðan mér eldist aldur til og það er héraðsdómur. Mér finnst alveg ferlegt að hafa héraðsdóm með sína starfsemi
á Lækjartorgi og mundi svo gjarnan vilja að honum væri fundið eitthvað betra og hentugra húsnæði og því að þetta húsnæði og staðsetningin á því býður upp á svo marga fjölbreytta og áhugaverða starfsemi. Þarna gætu verið verslanir og listastarfsemi. Þessi staðsetning hefur verið bara gríðarlega slæm á margan hátt, ekki bara tekur starfsemin pláss frá einhverju skemmtilegu og uppbyggilegu, heldur líka litar þetta gríðarlega mikið ímynd miðborgar Reykjavíkur sem mjög slæmt. Héraðsdómur setur slæmt karma á miðborg Reykjavíkur. Það til dæmis, ef þið skoðið bara myndræna framsetningu, til dæmis ef það verið að dæma einhvern fyrir einhvern óþverra, þá kemur gjarnan mynd af Lækjartorgi, það að segja af héraðsdómi. Og ég hef meira að segja tekið eftir því vegna þess að þetta hefur verið mér mikið hjartans mál að það nú orðið þannig í fjölmiðlum víða að það þarf ekki einu sinni að vera dómur sem fellur í héraðsdómi í Reykjavík. Það bara nóg að þessi héraðsdómur einhvers staðar, að þá þetta bara til á fæl og hjá fjölmiðlum og þá setja þeir mynd af Lækjartorgi. Í kringum héraðsdóm síðan oft mjög svona, hvað maður að segja, óspennandi mannaferðir. Stundum lögreglan að koma keyrandi þarna inn á torgið og leiða sakamenn inn og út úr húsinu og langt í frá eitthvað sem að maður einhverjum finnst að ýti undir líflegt miðborgarlíf. Og já, héraðsdómur ætti að fara af Lækjartorgi eins fljótt og mögulegt Annað sem að mér langar til þess að nefna sem að mér finnst til mikils vansa í miðborgin okkar og það umferðarþunginn. Það gríðarlega mikill umferðarþungi og af honum stafar gangandi vegfarendum mikil hætta og mikil óþægindi og höfum við nú farið í nokkrar svona öflugar aðgerðir til þess að stemma stigu við því og takmarka aðgengi bílsins en opna leið fyrir aðgengi gangandi vegfarenda og ég, að því var nú verið að ræða hér lokanir til dæmis á Laugavegi, þá ég gríðarlega ánægður með það hvernig það hefur tekist til og allar kannanir sýna að það mikil og almenn ánægja með þær lokanir og tel ég að samráð í því máli hafi nú bara verið með eindæmum gott. Og aðgengismálin, og þetta snertir aðgengismálin, þetta hefur mælst alveg gríðarlega vel fyrir hjá fötluðum og því að þetta býður upp á allt annað aðgengi á Laugaveginum heldur en þegar að bílarnir fara þar og það líka annar svona, hvað maður að segja, svona aukakvilli af bílaumferðinni og ekki bara í miðborginni heldur alla borg að þar sem að bílar og verða síðan uppiskroppa með stæði að þá freistast menn til þess að skutla sér upp á gangstétt og meðan þeir
bregða sér sinna erinda og þá hugsunarhátturinn sá að mitt erindi svo brýnt og mikilvægt vegna þess að ég að fara að skoða hér nærföt og ég ætla sem sagt að hindra aðgengi allra gangandi vegfarenda á meðan að ég lýk mínu erindi. Og þetta hefur viðgengist hér í borg og alveg til ferlegrar skammar og mundi ekki líðast í nokkurri borg neinstaðar. Að fólk geti vippa bílnum sínum upp á gangstétt og skilið hann þar eftir og skiptir ekki máli hvort að það í 5 mínútur eða hálftíma eða klukkutíma. Maður myndi aldrei gera svona í nokkurri borg nema Reykjavík. Ég sæi það í anda einhvern í miðborg Kaupmannahafnar rúlla bílnum sínum upp á gangstétt einhvers staðar og skilja hann bara eftir á meðan hann fær að skoða nærföt. Og það væri ekki liðnar 10 mínútur þegar það væri búið að draga bílinn í burtu á kostnað viðkomandi. Og þetta hefur nú verið þannig að lögreglan hefur verið sá eini aðili sem hefur haft það vald að mega draga burtu ólöglega lögð ökutæki og það jú þannig að lögreglan hefur í mörgu að snúast og getur ekki alltaf verið að sinna því að hirða upp bíla af gangstéttum og við höfum lengi verið að vinna í því að fá leyfi frá innanríkisráðuneytinu til bílastæðasjóðs, að bílastæðasjóður fái heimild til þess að láta draga burtu ólöglega lögð ökutæki en það hefur bara ekki gengið neitt sérstaklega hratt. En mér skilst að það sé eitthvað að verið að vinna í því og það gæti hugsanlega gengi í gegn von bráðar og væri það mikið gleðiefni og held ég að sé algjört forgangsatriði að útrýma þessum hvimleiða ósið. Og ég tók nú mynd af því til dæmis á dögunum og setti á Facebook hjá mér þar sem að bíl hafði verið reyndar ég man ekki hvaða götu það var, Suðurgötunni. Þar hafði bíl verið lagt upp á gangstétt og ég einmitt þegar ég kem þar að þá kona með barnavagn sem sagt að labba út á götu með barnavagnum. Ég náði mynd af þessu og vakti þetta gríðarlega sterk viðbrögð. Og það og ég komst nú að því þá, ég strokaði nú yfir númer bílsins til að hafa það á hreinu en það eru síður á Facebook sem að sífellt fer fjölgandi á þar sem fólk að hreinlega setja inn myndir af ólöglega lögðum bílum á gangstéttum og fatlaðra stæðum og annað slíkt. Því að það er almennt óþol í samfélaginu gagnvart þessu. Og reynslan af Laugaveginum með sumarlokanirnar mjög góð og ég myndi vilja sjá þessar lokanir oftar og lengri. Síðan tekið undir orð borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar varðandi bílaplönin og varðandi þetta bílaplan hérna út á horninu. Þetta náttúrulega alveg ferlegt og mér finnst sorglegt að við sitjum uppi með þetta hérna í miðborginni. Þarna er einhver verðmætasti reitur miðborgarinnar, bara borgarinnar, lagður undir aðgangsstýrt bílastæði og ruslaport og þarna stendur eitt elsta og fallegasta tré borgarinnar króað af, vanhirt og mér finnst þetta bara algjörlega til skammar og mér finnst þetta vera eitthvað sem við ættum öll
sem að þessu máli komum, bæði sko, háskólinn og opinberi og ríkið og borgin að reyna að leysa á einhvern farsælan og fallegan hátt. Því að ég geng nú þarna eiginlega á hverjum degi og ég fæ alltaf svona sting í hjartað. Mér finnst alltaf bara, mér finnst það ömurlegt, bara hreinlega. Og það nú margt annað svona varðandi starfsemi sko happdrættis háskólans eða þessara happdrættis starfsemi. Mér finnst þetta til mikils vansa í miðborginni, til dæmis þessi spilasalir, hvað þetta heitir, og við hefum nú rætt það hér áður, eins og til dæmis með Fógetagarðinn og þetta er starfsemi sem hefur yfir sér dapurlegan, sorglegan blæ, mannlegrar eymdar og niðurlægingar og mér finnst mjög sorglegt að horfa upp á þessa staði í miðborginni og mér finnst það svo rangt einhvern veginn að við séum að fjármagna háskólan okkar á þennan hátt. Mér finnst það bara mér finnst það bara rangt og ég viss að það væri hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og eins vil ég nefna bílaplanið hérna þar sem að Dillons hús stóð. Það væri mér mikið gleðiefni að fá Dillons hús þangað aftur en þetta nú svona með þessi bílaplön og þessa aðgangsstýringu og við ætlum að skipuleggja miðbæinn okkar sem svona svæði stjórnsýslu en það má ekki vera takeover, það verður náttúrulega að vera jafnvægi og það verður að reyna að ná sem mestu jafnvægi í öllu og svona mestri svona samvinnu og sátt eins og mögulegt er. Annað sem að mig langar til þess að nefna, það er ofbeldi í borginni og við vitum það að hvergi er meira ofbeldi í borginni heldur en í miðborginni og það væri okkur öllum til mikilla heilla ef við gætum fundið leiðir til þess að spyrna við þessu ofbeldi og þessari menningu sem hefur verið lýst á ýmsan hátt en orsakast svolítið af ákveðinni svona sveitaballa-stemningu sem myndast í miðborg Reykjavíkur og ofbeldismál eru yfirleitt tengd einhvers konar drykkjuskap og skemmtunum og þetta tengist öðru máli sem að ég þreytist heldur ekki á að ræða og minna á og það er umgengnin í borginni og þá sérstaklega í miðborginni. Nú ger ég það mikið að ég labba svona frekar mikið borgina og þegar að ég geng borgina þá tíni ég rusl og ég gerði það lengi framan að ég tók með mér svona bónuspoka eða eitthvað eða gjarnan ef ég fann hann bara á göngum mínum, bónuspoka einhvers staðar í runna og tíndi rusl í hann en þetta var orðið svo vandræðalegt að borgarstjórinn í Reykjavík væri labbandi með úttróðna bónuspoka af rusli þannig að ég fór að gera það
sem sagt breytti aðferðinni. Nú tíni ég sem sagt bara ruslið jafnóðum og hendi því jafnóðum í ruslatunnur sem á vegi mínum verða og fer jafnvel aðeins inn í garða hjá fólki til þess að henda í tunnur og losa mig við rusl. Og það jú þannig, maður pikkar upp alltaf eitt og annað og það svolítið athyglisvert heitt helsta staka eintakið af rusli sem að ég tíni upp á götunum sígarettupakkar, svolítið merkilegt. Ég hef ekki lagt í það að reyna að tína upp sígarettustubba vegna þess að þá færi ég ekkert, þá stæði ég bara kjur. Og það gildir líka svolítið miðborgina. Ég skal segja ykkur frá því, ég labbaði daginn frá heimili mínu við Landakot og í Glæsibæ. Á leiðinni hef ég tínt upp rusl, líklega svona sem hefði rúmast í einn svartan stóran ruslapoka. Bara svona smá drasl sem ég var að tína upp á leiðinni. En að labba í gegnum miðborgina, þá ég eiginlega alveg hættur að tína upp. Vegna þess að það einhvern veginn, maður hefur ekki undan. Það bara svo mikið rusl og það ótrúlegt hvernig fólk leyfir sér að ganga og fleygandi glerflöskum og glösum, matarleifum, hingað og þangað og þetta breytist ekki fyrir alvöru nema með vitundarvakningu meðal fólks. Við getum til dæmis ekki sem stjórnvald brugðist við svona umgengni með aukinni hreinsun. Það bara vitleysa, það bara býr til vítarhring, það bara sendir þau skilaboð, þú mátt bara fleygja rusli þar sem þú vilt og svo kemur bara einhver frá borginni og þrífur það upp. Það bara bull. Upptök vandans að fólk að henda þessu rusli á götunum og það þarf að stoppa og þar á umræðan að vera. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir spurði mig ef ég skildi spurninguna rétt hvort að ég ætlaði að hlusta á raddir einhverja sem að hefðu einhverjar athugasemdir út af einhverjum framkvæmdum í miðborginni og ég alveg tilbúinn til að hlusta á þær raddir og varðandi uppbygginguna á Ingólfstorgi og það langa mála þá hef ég nú bara hlustað ágætlega. Ég hef átt marga ágæta fundi, bæði opna fundi og einkafundi með hinum ýmsustu aðilum sem tengjast þessu og hef komið og tekið á móti undirskriftasöfnunum og rætt við alla og ég vona að borgarfulltrúinn sé ekki að brigsla mér það að hlusta ekki, en ég efast það. Og ég vil endilega ljúka máli mínu með því að segja það sem ég hef sagt áður og kannski til að svara því til þegar maður heyrir þær raddir að til dæmis að borgin sé bara að pæla í því sem gerist í miðborginni, sem bara alls ekki rétt. En ég vil benda á það að miðborgin hjarta hverrar borgar. Í miðborgin á að vera heilbrigt hjarta þar sem að restin af líkamanum sækir sér næringu til þess að blómstra. Þar sem að fóturinn fær blóðið og þar sem að hendin fær blóðið og þar sem að höfuðið fær blóðið. Og það að gera að hafa hjartað eins hreint og heilbrigt og mögulegt því þannig verður borgin heilbrigð og langlíf. Takk fyrir. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það að mörg að taka þegar maður ræðir um þessa ágætu miðborg sem við eigum hér. En ég ætla að gera að umtalsefni mínu samráð. Hvað það og hvernig við notum það sem tæki í að stýra þessari ágætu borg.
Ástæða fyrir ég vil nefna það sérstaklega er að ég er ein af þeim sem sat í umhverfis- og samgönguráði sálugu sem tók þá ákvörðun að loka Laugaveginum eða opna hann eftir hvernig á það er litið. Það sem er áhugavert við umræðuna í pólitíkinni í dag er að umræða beint lýðræði og samráð og íbúalýðræði og íbúasamráð og hvað þetta heitir allt saman hefur tekið mjög mikið pláss í umræðunni í þeim verkefnum sem við erum að sinna og ég held að það sé vel. Ég held að það sé ný pólitík sem er komin til að vera og margt hefur verið gert vel í þeim efnum og annað kannski síðra. Auðvitað eru verkefni misvel fallin til þess að vera sett undir svona íbúasamráð eða íbúakosningu eða beint lýðræði, hvað sem við viljum kalla það. Og ég held til dæmis kannski að 15 metra reglan og eitthvað skólahagræðingunum sé dæmi eitthvað sem hefði kannski mátt betur fara og þar kannski var meiri hlutin full áfjör í að vilja taka til verka. Hins vegar er ég ósammála því að Laugavegslokunin sé eitt af þeim verkum. Og það sem maður verður held ég að hafa í huga er að íhuga hvenær er nóg og til þessi leikurinn gerður. Og eins og varðandi Laugavegslokunina hina seinni að þá er það þannig að það var til hagsmunaapparat, lýðræðislegt plattform sem hét Miðborgin okkar sem fullt samráð var haft við. Þrátt fyrir að komi síðan seinna meir önnur samtök, svona sjálfsprottin, sjálfskipið eða hvað sem við viljum kalla það og vilja ekki taka þátt í því plattformi eða vilja ekki samþykkja það er eitt og það auðvitað ber að tækla það. Og ég tala nú ekki þegar við erum að taka ákvarðanir sem að hafa mjög mikið að gera með Reykjavík, miðbæinn, að þá er auðvitað best að þessu flestir sammála þar. Hins vegar megum við ekki gleyma því. Við megum ekki gleyma því að við vorum hingað kosin sem fulltrúar borgarbúa. Við erum fulltrúarnir þeirra og varðandi ákvörðun eins og loka Laugaveginum þá er eins og hefur komið fram hjá borgarfulltrúum hér í dag að það skiptast, það eru núningar meðal hagsmunaaðila. Það eru íbúar og það eru veitingastæðir og það eru verslanir og það eru fatlaðir og það eru hjólandi og svo framvegis og svo framvegis. Það er okkar hlutverk að reyna að gera okkar besta í að reyna að sinna sem flestum borgarbúum og hagsmunaaðilum en það er hins vegar ekki okkar hlutverk að ganga eftir hverri einustu gagnrýnisrödd og halda þá fram á við höfum þá einhvern hátt brugðist. Það er okkar hlutverk að taka öll þessi skilaboð og reyna að hlusta og taka svo pólitíska ábyrgð á þeim ákvörðunum. Því að við getum alveg eins sleppt í að vera hérna ef við ætlum bara að hafa skoðanakannanir og láta svo úrslit skoðanakannana ná alltaf fram á ganga. Við eigum að búa til borg og til þess þurfum við að taka áhættu, varkara áhættu og hlusta í leiðinni en við eigum hins vegar að taka áhættuna og ákvörðuna sjálf. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í þriðja mál á dagskrá sem er kosning í